Þetta voru oft miklir hæfileikamenn og áttu alls konar möguleika en þeir voru aldrei teknir alvarlega vegna þess hverjir þeir voru og hvaðan þeir komu. Árið 1980, fyrir það bil 40 árum, þá gaf ég út 3 ljóðabækur. Það vildi enginn gefa þær út, þannig að ég ákvað að gera það bara sjálfur og seldi þær hérna á götunum. Ég tók þær svona með mér til hals og trausts. Þá bjó ég erlendis í Kaupmannahöfn. Ég var skráður í Kaupmannahafnarháskóla en af því að ég var svo mikið að skrifa þá var ég svona, tók ég engin próf. Var með starf hjá danska sjóhernum sem hreingirningamaður. Ljóðlistin barðist við golftuskuna og hafði sigur því að mér gekk mjög vel að selja þessi ljóð hérna heima og þau urðu mjög vinsæl og þar með hófst minn feril og næst gaf ég út skáldsögur, Riddar hringstigans, Vængjasláttur í þakrennum, Eftirmáli regndropanna. En svo gerist það 1993, þá koma Englar alheimsins og það má segja að þá verði náttúrulega talsverð breyting svona á mínum ferli. Að þegar sagan kom út, þá fékk hún í byrjun enga stórbrotna athygli. Það er kannski ekki alveg rétt að segja það, því að hún byrjaði svona mjög fljótt að spyrjast út svona frá manni til manns eins og bókmenntir gera og smám saman varð þessi saga mjög þekkt og svo seinna sem sé eftir hún fékk verðlaunin þá hefur hún verið mikið lesin í skólum og ég held ég hafi komið í nánast alla skóla á Íslandi og svona í gegnum tíðina og hún er tileinkuð bróður mínum heitnum sem átti við andleg veikind að stríða og dó mjög ungur, 42 ára, sem kannski má rekja til þess og þetta var svona saga, það halda margir að þetta sé ævisaga bróður míns en hún er það nú ekki því að hún byggir meira á kannski þeirri innsýn sem ég fékk í þetta líf og en maður upplifði þetta einmitt að vera á heimili þar sem þessi vandi steðjaði að og hafði auðvitað áhrif á okkur öll og svo var það líka þetta að upplifa bróður sinn sem dálítinn svona útlaga í samfélaginu, menn sem því að maður sá það að hann og þeir vinir hans til að mynda sem voru með honum inn á Kleppi, að þetta voru oft miklir hæfileikamenn og áttu alls konar möguleika en þeir voru aldrei teknir alvarlega vegna þess hverjir þeir voru og hvaðan þeir komu. Núna eru sem sé, tæp 30 ár síðan Englarnir kom út og þannig að hún er enn svona í umferð. Það hafa verið, sem ég gerði þessi kvikmyndin hans Friðriks Þórs. Einhvern veginn svona ratar þessi saga til sinna. Til að mynda er það eins og á Íslandi, það er alltaf þjóðaríþrótt okkar að þekkja fólk í bókum. Og svo eru sumir sem halda líka að þeir séu persónurnar. En ég segi alltaf, persónurnar mínar, þær eiga sér fyrirmyndir. En þegar persónan fer að lifa sem persóna, þá hættir hún kannski að vera alveg nákvæmlega eins og fyrirmyndin.